Komið sæl, við sjáum hér yfirlitskortið að það svona allsráðandi lægðarsvæði hér austar á landinu, hér yfir Skandinavíu og síðan nú svona veik hæð yfir Grænlandi og við liggjum svona í norðanátt núna og næstu daga. Það var þannig á morgun einnig en það dregur eitthvað aðeins úr henni kannski. Þessi lægð hér, hún verður svona hringsólandi yfir Skandinavíu og svona aðeins gliðnar á milli þrýstilína, þannig að það ósköp rólegt veður hjá okkur. Síðan myndast lægð hér á Grænlandssundi, svona frekar grunnlægð en hún mun svo á endanum eftir helgina sjá til þess að við fáum suðvestanátt, að suðvestlægar áttir verða ríkjandi í næstu viku og með þá einhverja úrkomu vestanlands. Hitasvæðinu lítið að frétta, það verður svipaður hiti á morgun, líklega slíast á sunnanlands upp undir 18-19 gráður þar sem best lætur eins og í dag, en mun svalara fyrir norðan. Það kemur hérna aðeins svalara loft svo endanum en nær nú ekkert almennilega til okkar. Hins vegar nú hitinn afgerandi lár á norður- og austurlandi núna næsta sólarhringinn eða svo. Þar sem skýjað og svona svolítið rigning á þeim slóðum en bjartara hér sunnan heiða. Ef við skoðum svona þróun í kvöld og nótt að þá verður áfram skýjað, það dregur úr úrkomunni almennt séð fyrir norðan og austan og í fyrramálið þá sjáum við það áfram víðast hvar léttskýjað sunnan og suðvestanlands í það minnsta og lágar hitatölur fyrir norðan en hitinn komin í tveggjastafa tölu hér syðra og þegar líður á daginn þá gæti nú eitthvað aðeins myndast glufur hér í skýjahulunni eins og við sjáum hér svona í innsveitum kannski en ekki mikið, það svona almennt sé skýjað á norður- og austurlandi áfram, úrkomu lítið, þessi blái litur þýðir að það mestalagi þá smá súld í þessu, aðeins léttara yfir hér á Austfjörðum en afgerandi bjart þá áfram sunna til á landinu og þar verður hlýjast á morgun. Ef við höldum svo áfram að sjáum það svolítið þykknar svolítið upp hér á Suðausturlandi en annars litla breytingar fram á annað kvöld, áfram svona viðlóðandi kannski smá súld norðaustan til allavega en ef við spólum svo áfram og byrjum hér sunnudagsmorgni að sjáum að það áfram þungbúið hér á Suðausturlandi en það fer að létta smá saman til hér á Norðurlandi, skýjahulan það svona rófar til smá saman á Norðurlandi og ætti þá að samanskapi að hlýna eins og við sjáum hér tveggjast af hitatölur þá á sunnudaginn seinni partinn. Annars víða bara mjög fínt veður vestan til landinu og ætti að vera léttskýjað hér á suðvestanlands einnig þó að skýjatáknin sýni skýjað þá þetta nú einhver háskýjatrufla þarna en frekar skýjað áfram austanlands en ætti að vera þurrt á landinu. Ef við höldum svo áfram sunnudagskvöldið að þá nú víða bjart nema áfram svolítið skýjað hér á Suðausturlandi og svona suðvestanáttin að koma svolítið inn hér á mánudaginn, þykknar upp þá við vesturströndina en annars skýjað með köflum eða bjart austanlands og ég nú ekki vona því að falli nein úrkoma að ráði þó að táknin sýni það, þá það nú ofmetið og hlýjast verður þá fyrir austan og síðan svona bætir hans í suðvestanáttina á þriðjudaginn heldum meiri úrkoma og þungbúnara þá vestanlands með henni en léttar yfir og alveg upp 20 stig og ætti að vera nokkuð bjart hér fyrir austan. En við skoðum svo stöðuna í Evrópu þá eru skil hér, svona kuldaskil að fara inn á meginlandið og smöl svalara hér norðvestan til, sjáum þurmuveðrið hér frá Pýrenafjöllunum og yfir Alpana og ef við skoðum hérna svona tölurnar sem að gætu verið upp á teiningnum svona og upp á hádegi þá svona óstöðugt loft víða norðvestan til og svalt, hlýtt, afgerandi hlýtt og sumarhiti hér víða í suðausturhlutanum og síðan og í Íberíuskaga bara mjög gott veður. Endum þetta svo hér á Kanaríeyjum, þar sem svona ekki búið að breytast mikið veðrið, það svona norðlæg átt og fínasti hiti. Látum þetta gott heita, verið sæl.